body, my strength, and everything will shout to the Lord. Everything within me, all my strength, I will praise the name of Jesus. My soul, my spirits, my body, everything will praise the name of Jesus. So come, lift up your voice, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yeah, amen. My Jesus, My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. my Savior, My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. come shout to the Lord, On the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in nothing you. compares to the promise I have. Oh yeah, Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, hallelujah. Shine but on the say, oh, nothing compares. You are the only one. You are the only one to celebrate. We love you, Jesus. We praise you. We praise you. We adore you. You are so beautiful. Wonderful, wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry.
and you have made us holy together with you, Lord. We praise you. We can't stop celebrating your amazing work on Calvary, your miracle to us, Lord. And we feel we are born again. We feel the power of the Holy Spirit. We feel that we are new creations. And we sing out of joy. We sing out of celebration because of you, Jesus. You are risen and you live, and we live together with you. Hallelujah. 1,000 generations falling down in worship, Sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. For your name is the The highest. highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your Name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. and the angels cry, Holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. and If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. we will sing the song forever to Amen. Your name is the highest, Your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. your Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Where people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Come, let's sing to the Lord, hallelujah. Shaira Lamasye, Kaidaria Sibra Shaira Mato. Shandara Kanya Sindara Kenya Shayala Kamaseria Ramasara Lamyesterene Bangara Diastero Manamasen Varanangasa Forever and ever and ever. Hallelujah.
Lord, we praise you. Oh, yes, we praise you. You are so good. You are so alive. Holy Spirit, you just show us Jesus. Amen, 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 amen. Yes. You can feel the touch from heaven this morning. He is with us. He is alive within us. And He is alive on earth because of us, because we are alive. He lives within us. His power, His strength, His blessings, His love, everything peaceful. Oh Lord, hallelujah. All the heaven has come to us. And we praise your name for everything. All the glory from you has entered our life. And we can't stop praise you. We can't stop praise you out from your glory. Because of your glory inside us, we can feel heaven on earth, heaven on earth, heaven on earth. Yeah, heaven on earth, heaven on earth. Hallelujah. Reshaya Lamasainya. And we speak to our mind, be still for Jesus. Listen to the Holy Spirit. Oh yeah, everything within us, bow down for Jesus. Our mindsets, everything, bow down for Jesus because He is holy. He is holy, and we want to live with the Holy One. La shadara shadara namasi. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. There is none like Thee. There is none like Thee. Oh, you are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like Thee. There is none like Thee. There is none like Thee. You are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like Thee. Come say it again, amen. There is none like Thee. There is none like Thee. You are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like Thee. Thou who dwells in the midst of the cherubim, thou who surrounded by 24 elders, thou who is gazed upon by 4 living creatures, and worshipped by the saints who go on. Together all the heavens sing this song. There is none like Thee. There is none like Thee. You are worthy of honor, God. You are worthy of glory. There is none like Thee. Just praise Him. There is none like Thee. Even earth's glory and the glory of glories can't outshine You. Even the heavens and the heaven of heavens can contain You. Say it again, God.
Even earth's glory and the glory of glories can't outshine you. Even the heavens and the heaven of heavens can't contain you. So there is none like you. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor, God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor, God, you are worthy of glory. There is none like thee. There is none like thee. You There is none like thee. Can we just stand just before we are stopping worshiping? Just arise. Stand before the throne. Lord, we are standing in the presence of your glory, and we want to say we love you, Jesus. We want to worship, lift our hands, lift everything within us to celebrate your name. Also this Easter's day, we just celebrate we are alive because you are alive. We are alive today because of you. We are happy because of you. We have joy because of you. And we have the peace because of you, Jesus. Everything we have because of you, everything that is good. So Lord, we bless this day, we bless each other, and we sing out of joy that there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. No one, no one, no one. So finally, there is none like thee. There is none like thee. You are worthy of honor, God, you are worthy of glory. There is none like thee. Yes, Jesus, precious Jesus. Hann Snorri kynntan Tómas sem að leiðir okkur í lókjör í dag, og nú langar mig að kynna gestin okkar sem að eru frá Kenía, Paul og Donna Toko. Við erum búin að heimsækja þau. Komdu bara hérna og túlkaðu Dísa mín svo allir skilji. Við erum sérlega búin að heimsækja þau svona, já ég veit ekki, how many times have we been there? 12, 13 times? Já, Við erum búin að vera minnst okkar 12 eða 15 sinnum hjá þeim í Kenía. Og hann sagði okkur frá því hérna á föstudagskvöldi að þau hlýddu kallinu og fóru til Afríku. Og Paul sagði okkur frá því hérna á föstudagskvöldinu að þau hlýddu kallinu. I'm supposed to be in this. I am forgiven. Yes. You're mjög gott Dísa. Yes. Yeah, you got it? I'm sure you did. Já, þau hlýddu kallinu og fóru til Afríku. Yeah, they obeyed the call and went to Africa, like so many people say. Lord, please don't send me to Það var á Africa. þeim tíma sem Guð kallaði fólk. But that was in the times when God was really calling people. Guð að kalla fólk enn í dag? Is God still calling people? Það virðist vera
svolítið öðruvísi seems tíma like sem við it's- lifum á. There are different times that we are living in now, En ég trúi því að Guð sé enn að kalla fólk. but I believe that God is still calling people. En þau hlýttu kallinu, þau voru búin að vera frelsuð í 5 ár, They obeyed the call. They had only been born again for 5 years. fóru til Kenya Went to Kenya. og eru búin að vera þar síðan 1993 They've been there since 1993. og Guð er búin að byggja upp þarna, þau eru með biblíuskóla They have a Bible school for pastors or people in the ministry. það er mjög fallegt svæði sem þau búa á. Very beautiful, beautiful place they live Ég kalla það alltaf Garðin Eden in. Kristen calls it the Garden of Eden. og þarna sem sagt, það eru hús þarna fyrir 50-60 nemendur. They can have 50 or 60 students at the same time in the school, and Og svo eru they gestahús stay þarna there. fyrir kennara sem They- við fengum að njóta. They have guest house for teachers that we enjoyed staying in. I was still focusing on the nemendur. And They can the students stay there, they sleep there and eat there and stay there for like 8 weeks at a time. ok, þau fóru með 2 hendur tómar. They went with very little money, hardly any. $100 sagðan, $100, eða $150. $150 Já, þau fóru til Kenya. when they left for Kenya. Í dag eru þarna eignir upp á ég veit ekki hvað sem Guð hefur gefið. God has built up a place with the help of God, Paul's hands. He's a builder. Beautiful, beautiful accommodation for both the students and for teachers that come. There's a guest house and their own home and another home for their daughter and son-in-law who moved back to Kenya. Og þau eru búin að þjálfa 800 nemendur So about approximately 800 students have passed through their school. og já, hann var að segja okkur aðeins frá því hérna í gær að þau eru að ná til með öllum þeim sem þau hafa þjálfað, þá eru það að ná til kannski 1.8 million we are reaching through the Bible school. Já, over gegnum árin. Amen. Af því að Paul ætlar að tala til okkar í dag, Paul is going to talk to us today. en Donna var að kenna hérna í gær alveg frábær kennsla og ég hvet alla til að fara inn á keflavíkgospel.is Donna og hefur- hlusta á kennsluna. You know, I can only listen for so long, then I have to talk. Donna taught here yesterday and I encourage you to go into keflavik.is and listen to the teaching. We are also on Yes. Facebook. It was amazing, very, very good. You need to hear that. Yes, absolutely. Amen. En mér langar að biðja Donna að koma hérna, það voru margir sem voru ekki hérna í gær. If you would greet us shortly before Paul. Well, praise the Lord. Fyrir sig Guði. We're so thankful Við erum svo þakklátt for this couple fyrir þessi hjón and all the times they've come to minister with us in og öll Kenya. skiptin sem þau hafa komið til að þjóna hjá okkur. They add so much to the school. Þau bæta svo miklu við skólan. Yeah, we're all different flavors. Við höfum öll mismunandi svona bragð We've also had the pleasure of having Snorri and his wife Rebna, og það var líka gleði fyrir okkur að hafa Snorra og Hrefnu adding another flavor to the og school. koma með ólíkan blæ yfir annan blæ yfir skólan. So I praise God for what he's doing because it's only God who can do such a Og thing. ég lofa Guð fyrir það sem hann er að gera því að það er bara Guð sem getur gjört þessa hluti. To bring people from the United States to go to Kenya to meet people who come from Iceland to minister to Kenyans. Já, að vera fólk sem fer frá Bandaríkjónum til Kenya og hitta síðan fólk frá Íslandi sem er að þjóna til fólks í Kenyu. It's just God. Það er bara Guð. And as I woke up this morning thinking about this beautiful, awesome resurrection day,
Og ég vaknaði í morgun og þá var ég að hugsa þennan yndislega upprissu dag. A scripture began stirring in me, and it was in Romans 12:1 and 2. Það var ritning sem kom upp í huga minn, Rómverjabréfið 12. And we were being encouraged in that scripture, I beseech you. Og við erum fáum hvatningu þeirri ritningu, þar sem okkur sagt, ég hvet ykkur, bræður, to present yourself as a living sacrifice, að frambjóða líkami yðar sem lifandi fórn, holy and acceptable to the Lord. heilagri og velþóknanlegri fyrir Drottin. And it goes on to say, this is our reasonable service. Og það heldur áfram og segir að þetta bara okkar þjónusta. In other words, Með öðrum orðum, it's the least we can do. það það minnsta sem við getum gert. He presented his body as a Hann living Gaf sacrifice for líkama sinn us. sem lifandi fórn fyrir okkur. Hallelujah. Halleluja. And because of that, Og vegna þess, we are now who we are. þá erum við þau sem við erum. So this really hit me this morning. Svo þetta snerti við mér þennan morgunin. And to answer your question, I think God is still calling people. Já, og til að svara spurningunni, þá trúi ég að Guð sé enn að kalla fólk. But I think we have to reach a place where we're willing to present our body, our whole being, as a living sacrifice. En við þurfum að koma á þann stað að við séum fús til að gefa líkama okkar sem lifandi fórn. And do what he's asking us to do. Og gera það sem hann að biðja okkur að gera. All of us have a purpose to fulfill. Við höfum öll tilgang að uppfylla. Amen. Amen. Praise God. Fyrir sig Guð. So I'm not preaching today. Ég ekki að predika í dag, So I'll invite my husband to come. svo ég ætla að biðja eiginmann minn að koma. Já. Praise the Lord. Fyrir sig Guði. Held að ég þurfi vatn. Do you need water? Yeah, maybe you have it. I have this bottle. Oh, I have this bottle too. He has risen and risen indeed. Hann Praise the Lord. vissulega upprisinn, lof sé Guði. This is the most celebrated holiday or event in the history of time. Þetta sá dagur sem mest haldið upp á í gegnum aldirnar. Especially us as believers. Sérstaklega við sem erum trúið. Yeah, it's the foundation, it's the cornerstone of our faith. Þetta hornsteinn trúar okkar. If he didn't rise from the Ef dead, hann hefði ekki risið frá döðum, our faith would be useless. þá væri trú okkar fánýtt. It would have been futile like so many of these false religions. Og já, væri bara ein af öðrum fölskum trúabröðum. Amen. Amen. And I'm just in awe that we can just look at that and realize how much Jesus really did. Og ég bara gagntekinn af því að við getum bara hort tilbaka og séð hvað Jesús gerði. It wasn't just an empty tomb. Það var ekki bara tóm gröf. It was much more than Það var that. miklu meir en það. Yeah. How many here were for yesterday's teaching in the morning? Hversu Were you margir there? voru hérna í Quite a few of gærmorgun? you. Já. Yeah, we emptied some tombs of ours yesterday. Við tæmdum nokkrar We grafir í gær. We rolled away some stones that held these things inside of us like tombs. Við veltum til hliðar nokkrum steinum sem að innra með okkur sem að stóðu í vegi. And we realized that Jesus was the most rejected person on earth. Og fengum að heyra að Jesús var sá maður sem mest hefur verið hafnað hér á jörð. Here's his own people a week before that praising him as king Fólkið sem lofaði hann sem konung bara viku fyrir dauða hans on Palm Sunday. á Pálmasundag And then the next week, og síðan næsta vika they're vying for his blood. að þá hrópa þeir eftir blóði hans. People are really fickle. They're really funny. Fólk mjög skrítið. You can't trust them Þú getur sometimes. ekki treyst fólki alltaf. We were in the bush of Africa with the Jesus movie one time. Við vorum inn í runnunum í Afríku með Jesú myndina Yeah. eitt sinn. And, you know, when you don't have TV and you don't have these visuals
and you see them, they look real. Og þeir hafa ekki sjónvarp eða kvikmyndir og fyrir þá var þetta mjög raunverulegt. And as we were showing the Jesus movie, Og sem við vorum að sýna Jesú kvikmyndina and it came to the crucifixion, og það kom að þeim þætti að Jesús var krossfestur all those people got upset. að þá komst þetta fólki mikið uppnám. They drew their arrows, they drew their spears and rocks and clubs, and they were ready to throw them. Já, þeir tóku Já. boga sína og spjót og Já. voru tilbúinir að henda á tjaldið. And we had to tell them, no. We said, "No, no, It's no." just a movie. Þetta er bara kvikmynd. These people are not real on that screen. Þetta er ekki raunverulegt sem er að gerast þarna. And they said, well, tell us where this tribe is. We want to go and confront them right now. Þeir sagðu, segið okkur hvar þessi ættbálkur er og við munum fara og sjá þá núna. I said, no, that Nei, happened nei. 2,000 years ago, Þetta not gerst now. fyrir 2000 árum, ekki núna. You can't, well, we can find them, but the ancestors of those people, but we just told them, just sit down and relax and finish the movie. Já, við getum að vísu fundi afkomendur þessa fólk sem við sögðum bara slaka á og klára að horfa á myndina. Yeah, but it's the most significant day that we celebrate as believers. En þetta er einhver mikilvægasti dagur sem við höldum upp á sem trúaðir. And you know, I just read through the Gospels, each of the Gospels, this account of how he rose from the dead. Og ég fór í gegnum öll Guðspjöllin sem segja frá því hvernig hann reis upp frá dauðum. And I realized there's too many miracles that happened that day when he rose from the dead. Og ég gerði mig grein fyrir því að það voru svo mörg kraftaverk sem gerðist þennan dag sem hann reis upp frá dauðum. And I just want to go through just like 7 or 8 of them. I had about 20 down, and I had to take the ones that were more significant to me. Já, ég ætla að fara kannski gegnum 7 eða 8 af þessum kraftaverkum. Ég var búinn að skrifa niður 20 en ég ætla að láta nægja þau sem að svona höfðu mest áhrif á mig. But the first one I want to start with Fyrsta sem ég vil byrja á is the prophecies were fulfilled. að spádómarnir gengu í uppfyllingu. Let's just go to Genesis chapter 3 verse 15. Förum í fyrstu Mósebók 3. kafla og vers 15. Donna, you need a new Bible. Já. Fyrsta Mósebók 3:15. Hann er að nota biblíu konu sinnar og segir að hún þurfi nýja biblíu. I can't even read this. 3:15. Okay, I've seen it. It's still there. I will put enmity between you and the woman, Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, and between your seed and her seed, milli þín sæðis og hennar sæðis. and he shall bruise your head, and you shall you shall bruise his head, or some translations say crush, and you shall bruise his heel. Já, það skal merja höfuð þitt, íslenskan segir það vel, og þú skalt merja hæl þess. It's amazing. After the fall, after Adam and Eve's disobedience, God made the plan. Eftir syndafallið þá hafði Guð áætlun. How to reconcile his creation back to him. Hvernig hann ætlaði að sætta sköpun sína við hann á ný. And he said Og hann sagði that this offspring will come from a woman. We know that was the Virgin Mary. þetta afkvæmi myndi koma frá konu og sem var síðar mærin María. But the piece of this I like the best is that he shall crush his head. En það sem ég, mér líka best hér, hann mun merja höfuð þitt. Yeah, he's going to destroy him. Hann mun eyða honum. That's what the Son of God came to destroy the Það works það of the sem devil. Sonur Guðs kom til að gera að eyða verkum djöfulsins. And he's talking about this serpent. Og hann að tala höggormin. In Africa we have a lot of snakes. Og í Afríku þá höfum við snáka. You may not have too many here, but we have a lot of snakes. Þið hafi kannski ekki svo marga hér en við höfum mikið af þeim. Unless you're a witch doctor, Nema þú sést galdralæknir. the only good snake we say is a dead one.
að þá segjum við að eini góði snákurinn sá sem dauður. Only the witch doctors keep snakes. Það bara galdralæknar sem að varveita eða eiga svona But the höggorma. Kenyans, and I agree with them, the only good snake is a dead snake. Og ég sammála Kenýamönnum að einu góðu snákarnir eru dauði snákar. And we've killed quite a few snakes. Og við höfum drepið nokkra snáka. You can cut them in half. Þú getur skorið þá til helminga. They'll still bite you. Og þeir bíta þig samt. Yeah. You have to go for the head. Þú verður að fara á eftir höfðinu. And you have to crush the head. Og þú verður að merja höfðið. And that's exactly what Jesus did. Og það nákvæmlega það sem Jesús gerði. When he went to the cross and rose from the fór dead. á krossin að gjörði hann svo. Yeah. He may have wounded Jesus, but he didn't finish him. He didn't destroy Jesus. Það getur verið að hann hafi sært Jesú en hann gerði ekki út af við hann. So here we see in Genesis in the beginning that God had a plan. The prophecy was given that, Jesus would come through this woman. Hér sjáum við strax í fyrstu Mósebók að Guð hafði áætlun að Jesú myndi koma í gegnum konu. To destroy the works of the til devil. að gera út af við verk djöfulsins, höggormsins. Amen. Let's go to Isaiah chapter 53 verse 4. Förum í Jesaja 53 vers 4. Jesaja 53 vers 4. Okay, surely he has borne our griefs. Våra þjáningar voru það sem hann bar. Another word for griefs is sicknesses. Og annað orð fyrir þjáningar eru sjúkdómar. And he carried our sorrows. Og hann bar vor harmkvæli. It could be translated pains. Og það má þýða það sársauka. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Við álitum hann refsaðan sleginn af Guði og lítillættan. Verse 5, he was wounded for our En hann var transgressions. særður vegna vorra synda. He was bruised for our iniquities. Kramin vegna vorra misgjörða. The chastisement of our peace was upon him, Hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum. and by his stripes we are healed. Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Verse 6, and we were like sheep have gone astray. Við fórum allir villuvegar sem sauðir. We have turned every one of us his own way. Hver sína leið. And the Lord has laid upon him the iniquity of us all. En drottin lét misgjörð voru allra koma niður á honum. Here's a description of the crucifixion. Hér lýsing á krossfestingu. Word for word. Orð fyrir orð. It describes how Jesus went to the cross. Lýsir því hvernig Jesú fór á krossin. He was beaten. Hann var barinn. Yeah. He was whipped. Já, hann var húðstryktur. He was nailed to that Og hann var cross neldur á þennan kross. for our sins and our sicknesses. Fyrir okkar syndir og okkar sjúkdóma. I love this scripture because it ties them both in. Ég elska þessa ritningu vegna þess að Not hún all- innifelur hvoru tveggja. Not only were we forgiven, Ekki bara var okkur we fyrirgefið, were also healed. við vorum einnig læknuð. Yeah, you can't separate the Þú two. getur ekki aðskilið þetta. And that was given for all of us. Og það var gefið fyrir okkur öll. That happened on the resurrection day. Og þetta gerðist á upprisu deginu. Prophecy was fulfilled. Spádómar gengu í uppfyllingu And sína. there's too many scriptures to keep going, but you can go all the way through up to Revelation, and these prophecies just are all true. Og það eru svo margar ritningar og við getum farið alveg aftur í opinberunarbókina og séð að spádómarnir eru allir sannir. Jesus validated that at the resurrection. Jesús hann uppfyllti það með upprisu sinni. Okay. The next one that So- really ministers to me is that where the family of God was restored at that point. Og það næsta sem að talaði til mín var að fjölskylda Guðs var endurreist. Let's þegar þetta go gerðist. back to Genesis. Förum aftur í fyrstu Mósebók. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Kapla 1 og 26 og 27.
Fyrsta Mósebók, kapli 1, vers 26 og 27. Okay, in verse 26 it starts, Then God said, Let us make man in our image and according to our likeness. Guð sagði, við viljum gjöra mannin eftir voru mynd líkan oss. Okay, let them have dominion over the fish of the sea, birds of the air, over the cattle, over everything that creeps over the earth. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum lofsins, yfir fénaðinum og yfir villidýrunum, yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. You see, God wanted a family. Guð vildi fjölskyldu. The Father, Son, and Holy Spirit got together and said, let us make a family. Fadir, sonur og heilagur andi komu saman og sagði við viljum eignast fjölskyldu. And he created mankind. Og hann skapaði mannkynið. Now, he said, let us make them in our likeness and our image. Við skulum skapa þá í okkar mynd, líka okkur. You know, as a young man, you know, thinking about God up there somewhere, wherever he is, what does he look like? Já, sem ungur maður, þá var ég að hugsa Guð, hvernig lítur hann út? Well, I want you to look at your neighbor and said, you look like your father. Þú getur litið á nágrannaðinn og sagt, hann eins og pappið þinn. Yeah. We were made in the image and likeness of God. He has hands, he has a head, he has feet. Við vorum gerð í mynd hans. Yeah, if you read the Bible, Ef þú lest Biblíuna, he created the earth, hann skapaði okkur í sinni mynd and everything in it. og jörðina og allt á henni. So many things Svo margir hlutir point to our Creator benda á skaparan okkar as our Father, sem föður and we are His children. og við erum hans börn And we know we were separated at that, og við vitum að við vorum aðskilin frá honum at the fall. þegar syndafallið varð. But let's go to chapter John 1, verse 12. Jóhannes 1, Gospel of John, I'm sorry. Jóhannes að Guðspjall, kapli 1 og vers 12. Jóhannes 1, 12. Says, but as many as received him, to them he gave the right or the power to become the children of God to those who believe in his name. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn, þeim trúa á nafn hans. Okay, we as believers, we come into the family of God when we give our life to Jesus. Við sem erum trúið við komin í fjölskyldu Guðs þegar við gefum líf okkar Kristi. We're all brothers and Við erum sisters. öll bræður og systur. You're a part of my family. Þú ert hluti af minni Yeah, fjölskyldu. I'm part of your Ég family. hluti af þinni fjölskyldu. Yeah. The Chinese believers are part of our family. Og hinni Yeah. kínversku kristnir eru hluti af okkar fjölskyldu einnig. The believers in South America, North America, Asia, Hinni trúið í Suður-Ameríku, Norður-Ameríku, Asíu. we're all going to be, Við erum öll, we're all going to see each other again. við munum öll sjást á ný. Yeah. We're all part of God's Við erum öll family. hluti af Guðs fjölskyldu. Yeah. When I look at the African faces, Og þegar ég líta á andlitin í Afríku, I don't see their color. þá sé ég ekki litin þeirra. I see them as my family. Ég sé þá sem fjölskyldu mína. I see them equal with me. Ég sé þá sem jafningja mína. We're all worshiping the Við- same Father. We're from the same family. Öll að tilbýða hinn sama föður, við erum öll ein fjölskylda. It's amazing. Alveg It's stórkostlegt. amazing how we're all brought into that family of God Hvernig, through Jesus. hvernig Guð færði okkur inn í fjölskyldu sína gegnum Jesú. Okay, the resurrection validated that Jesus was really the Son of God. Upprisan staðfesti að Jesús var vissulega sonur Guðs. We see that in John chapter 1. Við sjáum það í Jóhannesar Guðspjalli. Yeah. Já, Jóhannesar Guðspjalli kapla 1. In the beginning was the Word, Í upphafi var orðið, and the Word was God, orðið var hjá Guði and the Word was
with God, and the Word was God. og orðið var Guð. Okay, we had a discussion with someone one time, and they said, "Are you Jesus people or are you Word people?" Við vorum að ræða við einhvern fólk einhvern tíman og þau voru Yeah. að segja, eru þið Jesú fólk eða eru þið orðsins fólk? What are you talking about? Hvað ertu að tala um? They're both the same. Þetta það sama. Jesus is the Word. Jesús orðið. Amen. Amen. And, you know, that validates that Jesus was God. Og það staðfestir að Jesús var Guð. Yeah. And he is the Word of God. Hann orð Guðs. So, also in Matthew chapter 1, verse 23. Matteus kapli 1 og vers 23. Matteus 1, 23. This is not my Bible. Okay. It says, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated God with us. Sjá, mærin mun þungu verða og svona ala nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Yeah. And that's I believe well, they're both equal, but that is the greatest also day, Christmas Day, is when God came to live with us through Jesus. Já, jóladagur eða svo hátíð þegar Guð fæddist í þennan heim til að og verða maður, það líka hátíð fyrir okkur. Okay, yesterday my wife Donna was teaching on overcoming rejection. Í gær var Donna að tala höfnun, And one of the ways, sigrast á höfnun. one of the things is we have to look at ourselves as God sees us. Og eitt af því sem hún myndist á að við þurfum að sjá okkur eins og Guð sér okkur. Okay, 2 Corinthians 5:21. Annað Korinthubréf 5:21. Við þurfum að sjá okkur eins og Guð sér okkur. Amen. Já, amen. Fengum eitt amen. For he made him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Þann sem þekkt ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að vér skildum verða réttlæti Guðs í honum. Yeah, growing up, I always thought I had to work to please God, or to work my way to heaven. I had to do Yeah. this, or that. Þegar ég var alast upp að þá fannst mér ég alltaf þurfa að vinna mér inn fyrir leiðinni til himins, ég að gera þetta. It's a works righteousness. Þetta réttlæti verka. The Bible calls it as filthy as rags. Biblían kallar það Sophie's right, I don't know. Yeah, like, Religion. yeah, it's like old clothes or Já, eins og, gömul klæði. dirty clothes. Yeah. Yeah. So, anyway, I came to read this scripture one day, and it just hit me, like what Donna said, it's not what we do that makes us righteous. Og ég las þessa ritningu einn daginn og þá hitti það mig að það ekki það sem við gerum sem gerir okkur réttlátt. It's what God did for us. What Uh-huh. Jesus did for us made us righteous. His blood made us righteous. Það sem Guð gerði fyrir okkur, það var Jesús, það var hans blóð sem gerði okkur réttlátt. So when God the Father looks down on his children like us, Svo þegar Guð faðir lítur niður á börnin okkur, he sees the blood of Jesus. þá sér hann blóð Jesú. He sees us as a son and a daughter of Hann his. sér okkur sem syni og dætur. And having right standing with God changes everything. My prayer life, Og hafa rétta stöðu gagnvart Guði, það breytti öllu hjá mér, bænalífi mínu. I can pray with confidence Ég get beðið með, gjörung that God hears me. og fullvissu að Guð heyri mig. And if I pray anything according to his will and he hears me, he gives me what I pray Og for. ef ég bið eitthvað samkvæmt hans orði, þá heyrir hann mig og ég veit að þær bænir sem ég bið hann. That's what it's like to have right standing with God. Það það sem að hafa rétta stöðu gagnvart Guði.
Amen. Amen. And that happened on the day of the resurrection. Og þetta gerist á upprissu daginn. One miracle after another. Eitt kraftaverk á eftir And öðru. it just keeps going. Og það heldur bara áfram. We have forgiveness Við of höfum sins fyrirgefninguna at the resurrection. við upprissuna. Let's look at Matthew chapter 9, verse 6. Matteus 9, vers 6. Fyrirgefninguna, Matteus 9, vers 6. It says, "But that you may know that the Son of Man has the power on earth to forgive sins." En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir. And then the second part of that says, "Then he said to the paralytic, arise and take your bed and go to your house." Þá segið þér, nú talar hann við lamamannin, statt upp, takk rekkju þín og far heim til þín. Forgiveness of sins and healing. Fyrirgefning synda og lækning. He did it side by side. Hann gerði hvoru tveggja á sama tíma. 1 John 1:9. Fyrsta Jónasarbref 1:9. If we confess our sins, Ef við játum syndir vorar, he is faithful and just to forgive our þá hann sins trúr og réttlátur og fyrirgefur okkur syndirna. and cleanse us from all Og unrighteousness. hreinsar okkur af öllu ranglæti. You know, you can make a mistake. Þú getur gert mistök, There's forgiveness. en það er fyrirgefning. Not only for one time, but Ekki bara fyrir eina tegund, it's complete. heldur fullkomið. Complete forgiveness. Fullkomin fyrirgefning. I like this illustration is that we take our sins and we throw them in this lake. God throws them in the lake. Já. Mér líkar þessi skýring að við hendum, förum með syndir okkar í vatnið. En í Guð, put- hann er ekki að leita í en í- vatninu. And he puts a sign there, it says no fishing. Og hann hefur sett Já. skilti þar og segir, See, bannað að veiða. If God forgives our sins, Ef að Guð fyrirgefur syndir okkar, he forgets them. þá gleymir hann þeim. So let's not take them back. Svo ekki taka þar aftur. He cleanses us from all unrighteousness. Hann hreinsaði okkur á öllu ranglæti. We all know this scripture. Við þekkjum öll þessa reikningu. John 3:16. Jóhannes 3:16. Eternal life. Eilíft líf. For God so loved the world Því svo elskaði Guð heiminn. that he gave his only begotten Að Son, hann gaf son sinn engillinn. that whoever believes in him Til að hver sem á hann trúir. shall not perish but have Ratist eternal ekki, life. heldur hafi eilíft líf. Amen. Amen. You don't have to be afraid to die. Þú þarft ekki að vera hræddur að deyja. Heaven's a good place. Himinin er góður staður. Eternity starts when we're born again. Eilífðin byrjar þegar við We're endurfæðumst. just going to walk from this world into the next. Við förum bara frá þessum heimi inn í hinn næsta. Paul said to be absent in the body is to be present with the Lord. Páll segir að vera fjarlægur líkamanum er að vera hjá drottni. For me, it takes away the fear of dying. Fyrir mig þá tók þetta burtu óttan við dauðan. I know where I'm going, Ég veit hvert ég fer. and we're all going to meet again Og við hittumst öll aftur in that wonderful place called heaven. á þessum yndislega stað sem kallast himinn. Amen. Amen. It takes all fear away. Það tekur allan ótta burtu. I love it. Ég elska það. That we can be assured Að við getum verið viss. because he rose from the dead, he conquered the grave Hann reis frá dauðum og hann sigraði and gröfina. has given us that eternal Og hann life. hefur gefið okkur þetta eilífa líf. Hallelujah. Halleluja. Also salvation. Einnig hjálpræði. Okay, Romans 10, 9 and 10. Rómverjabréfi 10, I'm 9 almost done. Be og 10. patient. Ég er að verða búinn, sýnið með þolinmæði. Rómverjabréfi 10 og 9. It says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. Það segir, ef þú játar með munni þínum Jesús er drottin og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann frá dauðum, uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. In verse 10, for with the mouth one believes, or with the heart one believes into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. With salvation, we have forgiveness of sin.
með frelsi okkar eða hjálpræðinu þá fáum við fyrirgefningu syndana. We're the healed of God. Við fáum lækningu Guðs. We're the righteousness of Við God. réttlæti Guðs. We have a sound mind. Við höfum bara hugafar í friði. We're promised long life. Og okkur við höfum fyrirheit langlífi. And it goes on and on. Og það heldur áfram og áfram. There's so many promises. Það heldur áfram og áfram. Það eru svo mörg fyrirheit. In that promise. Hallelujah. Amen. Yeah, Mom. Okay, I'm going to end with this, Psalms 103. Sálmur 103. This is my wife's Bible, Yeah. and Konan þarf að fá nýja biblíu greinilega. okay, I got it. Nei, hann fann þetta. I love you, Donna. Okay. It says, "Bless the Lord, O my soul, Það segir, lofa þú Drottin. and all that is within me." What verse are you in? First verse. First verse. Lofa þú Drottin, sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Bless his holy name. Hans heilaga nafn. Bless the Lord, O my soul, Lofa þú Drottin and forget not all his benefits. og lofa þú Drottin, sála mín og gleymi í neinum velgjörðum hans. These are the benefits of the cross. This is the benefits of the resurrection. Þetta eru velgjörðurnar sem við fáum frá krossinum, upprisunni. Who forgives all our iniquities, Hann fyrirgefur alla misgjörðir, who heals all your diseases, læknar öll þín mein, who redeems your life from destruction, leysir líðut frá gröfinni, who crowns you with loving kindness and tender mercies, krýnir þín náð og miskun. who satisfies your mouth with good things, Hann mettar þig gæðum, so that your youth is renewed like the eagles. svo þú yngist upp sem örnin. Hallelujah. Halleluja. We're strong in the Lord in the power of his might. Við erum sterki í Drottni og í krafti It's máttar because hans. he's alive and well. Hann lifandi og hann, And everything that he promised in his word is yes and amen to us. allt sem hann hefur lofað í orði sínu, það já og amen fyrir okkur. Because he rose from the dead just like he said he would. Vegna þess að hann reis frá döðum alveg svo hann sagðist myndi gera. Buddha is still in the grave, Muhammad's still in the grave, but Jesus is alive. Buddha, Múhameð eru enn í gröfum sínum en Jésús hann upprisinn. That's the good news of the gospel. Það eru góðu fréttirnar. He lives and dwells in each one of us. Og hann lifir og dvelur innra með We öllum have okkar. become the temple of God. Við erum musteri heilags And the anda. Holy Spirit, God the Holy Spirit lives in us. Og Guð heilagur andi býr hið innra með okkur. Jesus lives in us. Jésús The lifir innra Father með okkur. lives in us Faðirinn lifir með okkur og í okkur. because he lives. Vegna þess að hann lifir. Bless the Lord. Blessað sé hans nafn. Okay, let's rise to our feet. Getum við risið á fætur. Father, I thank you for your word Takk fyrir orðið þitt, Faðir. that never comes back void, Það kemur aldrei tómt tilbaka. but it goes to accomplish that which it was sent to do. Heldur gjörið það sem því ætlað að gjöra. And Father, I pray forever here in this room Ég bið fyrir, that the hearers of your word ég today bið in fyrir þeim this sem heyra room, orðið þitt hér í dag, that it may pierce their heart, að orðið megi stingast í hjörtu okkar that it may solidify their faith in you, og það megi uppörfa okkur í trúnni á þig, whether it's forgiveness, whether it's healing, whether it's salvation. hvort sem það lækning, fyrirgefning eða frelsi. All your promises are available to us through your resurrection, Öll Jesus. fyrirheit þín eru fyrir okkur, And I thank you fyrir today upprisu þína. that each and every person here Og ég þakka þér fyrir að einn og sér hver hér would know you. mun þekkja þig. And if they don't, I would ask that they would accept you today. Og ef einhver hér sem ekki þekkir þig þá
vil ég biðja þess að þú meðtækir hann í dag, meðtækir drottin í dag. Wherever they are, Hvar sem þeir eru, wherever you are, hvar sem þú ert, that you would open your heart's að þú door. opni hjartað þitt. Jesus said, Behold, I stand at the door and knock. Jesús sagði, ég stend við dyrnar og kný á. If any man hears my voice Ef einhver heyrir röst mína and opens his heart door, og opnar dyrnar, I will come in and be with þá mun him. ég koma inn We will sup together, we will dine together. og við munum neyta kvöldverðar saman. I pray you would know Christ. Ég bið þess að þú megir þekkja Krist. He's the hope of glory. Hann von dýrðarinnar. And I bless everyone here Og ég blessa einn og sér that hvert hér we will continue in the faith. og að við höldum áfram á We would- trúargöngu okkar We would answer the call, og við svörum kallinu, that we would continue to fight that good fight of faith. höldum áfram að berjast trúarina góðu And baráttu we will endure the battles like a good soldier, og við bara berjumst eins og góðir hermenn. because we're not fighting for victory, we're fighting in victory. Við erum ekki að berjast til að vinna sigur, við erum að berjast í sigrinum. Because of Jesus, he's triumphed Jesús, hann sigurvegarinn okkar over all the works of the enemy. yfir öllum óvinarins verkum. And we've been given power over him now. Okkur hefur verið gefið vald yfir óvinnum. Let us keep the faith. Við skulum halda fast í Let us trúna. continue to praise him Höldum áfram að lofa hann, and worship him tilbiðja hann as the only one. sem hinn eina. And I ask your blessing upon this church. Og ég bið blessun þína yfir þetta samfélag Father, I pray for revival. og ég bið vitjuna tíma, I vakningu. pray as the seed was sown, Eins og sæðkorninu var sátt, so shall we reap. svo skal það koma And I upp. think there's a harvest coming. Og ég þakka þér fyrir uppskeruna sem í I vændum. thank you there's revival on its way. Ég þakka þér fyrir að það er vakning á leiðinni As the light of the glorious gospel shines from here. sem fagnaðarendi dýrðarinnar skín frá þessum stað. Bless every family, every person Blessaðu sér hverja that has a fjölskyldu hand in this church. og sér hverja, já Let- bara fjölskyldu sem á hlutdeild í þessari Let kirkju. them enjoy their benefits, Láttu þá njóta velgjörða þinna, all the benefits in your word, allra velgjörðana í orði þínu, because you live in the hearts of us. vegna þess að þú lifir í hjörtum okkar. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. 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 Praise God. Amen. Thank you. Amen. Mér langar að biðja eina bæn í viðbót. Mér langar að við biðjum öll saman. Vegna þess að út allan heim í dag, þá eru systkini okkar sem líða, það eru systkini okkar sem eru að deyja, Nígeríu, Íran og fleiri löndum, Úkraínu. Drottinn, þú sagðir okkur að við ættum að minnast bandingjana og þeirra sem líða. Og Faðir, við biðjum fyrir systkinum okkar sem eru að ganga í gegnum þrengingar á þessum degi. Drottinn, vilt þú vitja þeirra? Við biðjum að englar þínir megi koma til hjálpar, heilagi Faðir. Við biðjum Drottinn minn og Guð minn þína náð. Það segir í orðinu að augu Drottins hvarfla alla jörðina, leitandi af þeim sem eru heilsugar við hann. Láta augu þín hvarfla Drottinn jörðina. Viltu varveita unga fólkið í Íran, Faðir Guð? Viltu varveita Drottinn minn og Guð minn ungu hermennina líka í Úkraínu, Rússlandi og í Gaza? Drottinn minn í Ísrael, Faðir Guð, Líbanon, öllum þessum löndum þar sem að stríðið er. Drottinn, þú elskar alla menn, hvað sem þeir heita og hverra trúar sem þeir eru. Drottinn, viltu grundvalla okkur í þínum kærleika og geða okkur náð að minnast, Drottinn, systkin okkar, hverjum degi. Í Jesú blessaða, góða nafni. Amen. Amen. Þetta kannski að enda og við sungum kór hérna í gærkvöldi This is Amazing Grace. Yeah, let's end there. Og svo eru veitingar hérna uppi, endilega hérna komið upp á eftir og fáið ykkur góð vínabrauð og brauð. Jesús hann líka braut brauð. Amen. Yes.
Amen. Hallelujah. God is good. Let's sing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. You will bear my cross. You laid down your life. Be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness? Who loves the mighty so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Shakes the whole world with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. Set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
Við erum komin að endi þessara samverðustundar. Megi friðurinn á Drottins